Sælir fólkið og velkomin með mér í Glettur. Nú, það var öskrandi bylur á Möðrudagsöræfum í gær, þannig að ég komst ekki austur, en engu að síður er af nógu að taka. Við ætlum að fjalla hérna á eftir raforkumál fyrir austan, við ætlum að fjalla framkvæmdir við Héraðsflóa, þar sem verið var að færa ósinn til, altså ósinn þar sem að Lagarfljót og Jökla koma sér út í Héraðsflóa. Nú, við ætlum líka að fjalla aðeins þorrablót og svo ætlum við að fjalla geðrækt. En fróðir menn telja að það sé meira og minna geðveiki í okkur öllum. Og já, má vera. En við skulum byrja á raforku. En eins og við höfum áður sagt frá í Glettum, þá hafa fiskimjölsverksmiðjurnar á Vopnafirði, í Neskaupstað og á Eskifirði verið búnar til að nýta innlenda raforku til að breyta fiski í mjöl og lýsi í stað innfluttrar olíu sem notuð var áður. Nú, þeir sem starfa í þessum verksmiðjum segja starfið þar allt annað líf eftir að raforkan kom til sögunar. Þetta kom glöggt fram í viðtali við verksmiðjustjórann í Neskaupstað sem við birtum hér fyrir það bil ári. Ef maður á að segja svona alveg svo verð, þá þetta hefur reynst öllum vonum framar. Þetta stórkostleg breyting sem hefur orðið á verksmiðjunni bæði hvað varðar orkunýtingu náttúrulega. Nú vorum við farnir að nýta eingöngu innlenda orku við framleiðsluna á mjöl og lýsi. Auk þess sem að all vinnsla í verksmiðjunni miklu jafnari og betri. Þannig að það eiginlega má bara segja allt gott þetta. Nú, þá erum við líka lausir við mengunina sem að stundum sást hérna við ákveðin veðurskilyrði þegar við vorum að brenna olíu. Núna hún horfin. Og svo auk þess erum við núna að vinna mjög markvisst í því að reyna að fjarlægja sem mesta lyktinni sem að fylgir okkur bræðslukollunum. Þegar við komum með staðar að þá þekkjumst við nú alltaf úr af lyktinni. En þetta var eins og sagt á Sigló í gamla daga, þetta bara peningalyktin. En þú vilt kannski meina að það væri skynsamlegra fyrir orkufyrirtækin að styrkja dreifikerfið innanlands heldur en að vera gæla við að flytja raforkuna út? Já, að sjálfsögðu. Þessi iðnaður okkar er það orkufrekur að dreifikerfi hérna svona alveg á tampinum að geta annað okkur og það hljótir að vera mjög gjaldeyrisparandi fyrir þjóðina að nota innlenda orku og án þess að vera fyrst að flytja inn orku til þess að vinna mjöl og lýsi og flytja það svo aftur út þá þessa sömu orku en nú erum við eingöngu að vinna með íslenskri orku og ekki þurfum að borga gjaldeyri fyrir hana. Nú að sjálfsögðu horfa stjórnendur Landsnets á N4 og þá sérstaklega á Glettur. Nú þeir sá í hendi sér að þeir yrðu að tryggja meira öryggi í raforkumálum fyrir austan og í síðustu viku voru tengd við kerfið ný og endurbætt tengivirki á Hornafirði og á Stöðlum við Reyðarfjörð. Það var bæjarstjórinn í Fjarðabyggð, Páll Björgvin Guðmundsson, sem tengdi nýja búnaðinn þar. Stjórnendur Landsnets Stöðlar fyrir heimilt að setja inn 3 AET10 GS 100 fyrir spenni 3 á Stöðlum. Það virkar. Frábært. Takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta. Fyrst og fremst skiptir þetta náttúrulega miklu máli fyrir sjávarútvegsfyrirtækin sem hafa leitað eftir því núna í allmörg ár eftir að geta farið af olíu yfir í raforkunotkun. Þetta alveg umtalsverð aukning í raforkunotkun sem hér ræðir. Þetta langleiðin í 100 megawatt samtals á öllu svæðinu og þetta náttúrulega eitt mikilvægasta umhverfismálið bara í langan tíma því að þetta náttúrulega mun hafa lækka verulega losun gróðurhúsalofttegunda og þannig bara í slíku samhengi þetta náttúrulega mjög mikilvægt. Þetta hefur líka náttúrulega mikil áhrif á öryggi, rafmagnsöryggi, afhendingaröryggi innan svæðisins. Við erum að styrkja það verulega og þetta líka fyrsti áfanginn þá í áformum okkar að hringtengja hér á Austurlandi
og á 130 kV spennu. Þannig að eftir að því lokið að þá verður afhendingaröryggi hér á svæðinu á svo töluvert mikið meira heldur en það í dag. Nú samhliða þessu hefur Stuðlalína 1 verið spennu hækkuð en þessar framkvæmdir eru fyrsti áfanginn í aðgerðaráætlun Landsnets til þess að auka flutningsgetu og áreiðanleika svæðisflutningakerfisins á Austurlandi. En megin flutningskerfið á svæðinu mun áfram búa við takmarkanir þar sem byggðalínan sjálf full lestuð. Já, það það, en það reikna ég með að þessir aðilar, sérstaklega sjávarútvegsfyrirtækin með þessa miklu notkun sem nú að koma hér inn, að þeir munu væntanlega búa við það í náinni framtíð að þurfa að sæta skerðingum, einkum og sérilegi þegar að flutningskerfið getur ekki annað þessari miklu aukningu og slíkum skerðingum mun ekki linna fyrir heldur en búið að styrkja megin flutningskerfið og þá fyrst og fremst tenginguna milli norður og suður. Já, úr þessu verður ekki bætt nema með nýrri háspennulínu milli landshluta, hvort sem hún verður nú í lofti eða í jörðu og hvar sem hún verður. En eflaust verður geðveikt karp þetta allt saman næstu misserin. En það verður líka geðveikt skemmtilegt námskeið á Egilsstöðum á fimmtudaginn og á föstudaginn þar sem fjallað verður geðrækt með áherslu á forvarnir. Það Austurbrú sem stendur fyrir þessum námskeiðum undir yfirskriftinni Hvernig líður okkur á nýju ári? Eru þau eitthvað að virka þessi 10 geðorð sem mörg hver hafa á ískápnum? Hvernig nýtast þau? Geta forvarnir í geðrækt haft áhrif á atvinnuþátttöku? Nú Héðinn Unnsteinsson, frumkvöðull geðræktar og Elín Ebba Ásbjörnsdóttir iðjuþjálfi verða með uppistand á fimmtudaginn geðorðin 10 og námskeið geðrækt og atvinnuþátttöku á föstudaginn. Báðir viðburðir eru ókeypis og öllum opnir. Sjálfsagt að nýta sér þetta því margir vilja nú halda fram að það sé smá geðvila í okkur öllum. Já, við Héðinn höfum 13 ára sögu frá þegar við byrjuðum að brölta í þessu með geðræktina. Og við ætlum að koma austur og halda skemmtilega fyrirlestur bara geðið og hvað það skiptir okkur öll máli og ég mun kynna Héðinn til leiks og hann mun svona deila með okkur það sem hann bestur í að tvinna saman svona fræðilegu efni og eigin reynslu og ef ég kemst að það þá mun ég líka segja nokkur orð en það mjög spennandi að sjá það hvort ég komist yfirleitt að þegar ég með honum hérna. Já, hún mun alveg komast að, alveg örugt sko, en við byrjuðum á þessu eins og segir fyrir á 13-14 árum og svona tekið okkur hlé, þannig 10 ár og verið í öðru bara en svo ákvað við að prófa aftur að því að samstarfið gott og gaman og aðalatriði þetta sé svolítið skemmtilegt sko og við tökum okkur sjálf ekkert alltaf alvarlega þannig að þetta verður svona svolítið spunni og við erum klárlega að ögra fólki og vonandi vekja fólk til umhugsunar og þetta nú svo sem ekkert nýtt undir sólinni í þessum málum en það svona spurningum hvernig farið að þessu og hvernig þetta svona að deila með fólki reynslu kannski og ræða svona þakklæti og von fyrir það sem við höfum eða þakklæti fyrir það sem við höfum því að við erum stundum áttum okkur að ekki alltaf oft hvað við höfum það gott sko en já þetta verður klárlega já þetta fyrir alla sko þetta ekkert fyrir einhverja sérhópa við erum öll að kljást við bara hver við erum tilfinningar okkar sjálfsmynd, sjálfstraust, sjálfsvitund og hvaða tilfinningar eru leyfilegar þú veist þetta líka þetta, hvaða tilfinningar eru leyfilegar hvenær á maður að tjá ákveðna tilfinningar og hvenær ekki þannig að og líka þetta með að vera virtur eiga einhvern þátt, láta gott að sér leiða það svona fullt af hlutum, líka vinnustæðan líða vinnustæðanum og daginn eftir það sem við verum með námskeið sem fólk getur bæði komið fyrir og eftir hádegi og þetta þeim að kostnaðarlausu þá förum við meira líka inn í atvinnumálin þú veist fólk sem með skerta starfshæfni hafa þau einhverja samleið með okkur hinum getum við breytt eitthvað viðhorfum hjá okkur sjálfum, atvinnurekendum og þar tökum við líka fyrir fræðilegt efni og fyrir hádegi þá erum við líka með svona verklega æfingar þannig að það verður dálítið gaman og fólk getur prófa sjálft. En á þessu uppistandi þetta verður svona samblanda sálfræði og svona líka vangaveltum mannlegt eðli sko. En það búið að geyma mig í formalíninni í ráðundunum nokkuð lengi þannig að ég get alveg tekið spann og ég er búin að vera alveg ekki búin að stinga mér í sambandi í mörg ár sko. Þannig það spurning hvað gerist þegar. Já, bara svona að því við höfum verið mjög gagnrýnin gagnvart geðheilbrigðiskerfinu alveg frá því við byrjum. Þú líka? Nei, ekki mikið. Já, ok, en við höfum verið gagnrýnin og við meinum að það sé hægt að hafa fleiri leiðir heldur þessar hefðbundnu
og að vissu leyti höfum við náð smá árangur á þessum 13 árum en það samt það voru erfitt að berjast við risan kerfið en það samt einn geðlæknir sem að sá okkur 2 á Laugaveginum og heilsaði okkur og það svona, þetta dótti notskuld kannski held ég það sem við stöndum fyrir að hann sagði meðan þið 2 gangið enn laus þá von og þetta í rauninni besta hrósi sem við geta fengið frá þeim sem við höfum verið að gagnrýna sko. Þannig það vantar svona ofta gagnrýna umræðu. Ég er nú meira með hættur að gagnrýna, með að vera partur af kerfinu þá vermaður kerfið bara, en jú, við erum svona aðeins að pota. En ég hef nú sagt að það getur ekki verið betra en að fá mannesku með reynslu inn í kerfið til að hafa áhrif á kerfið. Þannig ég er mjög ánægð með að hafa hann í kerfinu. Ég hef engin áhrif. En sko þetta aðna 5. er náttúrulega bara uppistand sko. Það er það sem ég bara alltaf skella mér í karakter og vera með smá uppistand. Hann fækkar fötum. Já, nei, það er ekkert svoleiðis, ég ætla bara að segja sögu. En það er eftir 511 geðsjúkdómar, þannig að nóg að taka. Já, 500, ég ætla ekki að tala geðsjúkdómar beint þannig, en svona ég ætla að gera svolítið út af því, en já, það verður, þetta tilkynnt sem svona, já, geðorðinn og geðrækt, sko, en það verður samt nýtt efni, sko. Ég ætla ekki að tala alveg alfarið þessi geðorð. Þau eru eitthvað sem var til fyrir 12 árum, 13 árum, ég gekk hann að skrifstofu upp og sá hérna 10 orð upp á vegg sem voru einhverju ísindatímaritum, atriði sem einkenndu fólk sem bjóði veljaðan í starfi og náði langt í starfi og líka í einkalífinu og ég tók þetta til og númeraði og setti hérna geðorðinn titilinn og svona eitthvað og svo var þetta, fór að segla út allt en við erum með nýtt efni hérna í svipundúr sem byggir á reynslu og hérna svona smá útfærslu, þannig að það verður svona sett fram svona í gamansömmum tómi uppstandsfóru leikrænum tilburðum. Þannig við erum endilega fjölskyldu bara komið saman og geti hlustað á efni sem að með alvarlegum undirtón en samt þetta sjá líka að það eins og maður segir, það von, það er hægt að komast langt og mér finnst nú bara Héðinn dæmi það að hann lét ekkert stoppa sig og sem ungu maður sem hefði getað stoppað einhver staðar og verið bara neikvæður að þú ert búin að komast mjög langt. Þannig að viltu ekki gera lítið úr því? Nei, alls ekki. Ég trúi bara ekki alltaf mikið á geðsjúkdóma. Við erum bara öll með eitthvað geð sem sveiflast bara mismikið og kannski byrjar það bara raskast í fæðingu, aðeins svona sveiflast, glaður og dabur, svo er ég rosalega glaður og ferðið yfir eitthvað strik og þá ertu komið geðsjúkdóm. En skilur þannig að við ætlum aðeins svona velta þessu upp að því að til dæmis geðrof getur haft ákveðna þýðingu líka. Það getur verið að undir meðvitund sé að brjótast upp og segja þér eitthvað en við grípum vel inn í og tökum á hömlum með lyfjum og allt þessu en þetta er margsnúið og svolítið flókið eða þannig lagað en aðalatriði að þetta er náttúrulega bara við erum að tala um fólk og líðan þess og hvernig fólk fer í gegnum lífið og tekst á við svona áskorannar og læra þeim og kannski kemur út úr erfiðum aðstæðum, hvað sem það er með einhverja reynslu og öll við smá von og þakklæti til þess að deila með öðrum vegna þess að þú missir frelsið og missir vitið og missir allt einhvern veginn en kemur samt tilbaka og færð allt tilbaka aftur frelsið og vitið innan geðslappa sko. Að þá kannski tekur eitthvað lærdóm með þér úr heimi sem er kannski fjallaður öðrum en ekkit óraunverulegur en heimurinn sem við búum í. Bara sem dæmi að í þessum heimi getur bíl verið númer BA 666 og 6 + 6 er 12 og 1 + 2 er 3 og 3 + 6 er 9 og þannig er hús hérna með göttun og það er númer 9 og það er blátt og bílinn líka blár og þar lendi kemur bílinn úr þessu húsi. Auðvitað er þetta svo geðveiki en hún er mjög lógísk. Takk fyrir það. Fuglar og fiskar og aðrar lífverur á söndum Héraðsflóa vöknuðu upp við vondan draum einn morguninn í síðustu viku. Þá var mætt þar einvala lið með stórvirkar vinnuvélar til að róta í sandinum. Þarna mætast stórfljótin sem sé Lagarfljót og Jökulsá á Dal eða Jökulsá á Brú sem sumir nefna reyndar bara Jöklu. Raunar má segja að Jökla hitti sjálfa sig þarna fyrir því það grugguga vatn sem eitt sinn rannum Jökuldal til sjávar í Héraðsflóa fer nú að fljóstar og Lagarfljót í sama ós. En gallin er bara sá að þessi ós hefur smátt og smátt verið að færast nær Jökulsárhlíðinni og ógnar þar löndum og veiði ám. Úr þessu vildu landeigendur bæta og þeir fengu Landsvirkjun í lið með sér. Já, við erum staddir hérna á þeim stað sem ós Lagarfljóts og Jöklu hefur verið mest alla 20. öldina.
Síðan skeður það upp úr árinu 2000, nokkra áður en Kárahnjúkavirkjun tekur til starfa. Ósinn byrjar að færast til norður. Árið 2006 hann kominn 2 kílómetra frá þessum stað og síðan eftir að Kárahnjúkavirkjun rekstur hennar hóft hefur hann farið kílómetri viðbót. Ósinn 3 kílómetrum norðar en hann var á síðustu öld. Nú í vorflóðum, núna vorið 2013, þá náði vatnshæð hérna, var hún frekar há og landeigendur bent okkur á að það væri ákveðin hætta á að vatn gæti farið hérna úr Lagarfljóti Jöklu allarleið yfir í Fögruhlíðará með tilheyrandi landspjöllum og báðu okkur svona að skoða möguleikann hvað var hægt að gera til að bregðast við. Nú við ákváðum að þó að sé ekki einhlítt hægt að tengja þetta ferli við virkjunina, þá ákváðum við enga síður að skoða þetta með heimamönnum og lögðum til að hér yrði grafin út þá nýr ós fyrir ána á þeim stað sem hann var jafnan á síðustu öld og þetta hefur náðst ágætt samstaða með heimamönnum og hugmynd okkar svo þá að grafa hérna 10 metra breiðan skurð í gegnum þetta 200 metra breiða rif. Skurðurinn verður svona meter fyrir neðan meðalsjávarhæð botninn í skurðinum og með þessu erum við raunin að stytta þá leið sem vatnið þarf að falla til sjávar 3 kílómetra. Þannig að þó þetta sé ekki mjög breiður skurður þá þegar við opnum hann erum við að vonast til að vatnið þá velji þá leið frekar og hugmyndin þá svo að árvatnið sjálft sjá að breikka og dýpka skurðinn og brimið muni síðan sjálfkrafa loka núverandi ós smám saman. Þannig að áin velji þennan nýja farveg. Þannig að í vor, þegar vorflóðin koma, þá verður hér vonandi kominn þokkarlega breiður nýr ós og núverandi ós vonandi að mestu búin að lokast. Við erum hérna að grafa fyrir nýjum ós Lagarfljóts, það er sameiginlegum ós Lagarfljóts og Jökulsárdal og umfangið á þessu verki svona 12 og 13.000 rúmmetrar. Það er þannig með ár sem renna til sjávar á svona breiðri sandströnd og ósar færast gjarnan langar vegalengdir og þegar ós byrjaður að taka stefnuna og svona ákveðið eins og hér til dæmis til norður þá í rauninni engin ástæða til að ættast til að sú þróun stoppi nema þá það komi ísstíflur í ána sem valdi því að hún getur brotist yfir sjávarkampinn og stytt á leiðina aftur. Þannig hér hefði þessi þróun alveg getað haldið áfram og alls ekkert útilokað að áin hefði leitað yfir í Fögruhlíðará eins og landeigendur bentu á. Þetta eru það bil 220 metrar og skurðurinn áætlaður að vera 10 metrar í botninn og við förum 1 metr undir sjávarmál. Það er nú fyrst og næst verður gaman að sjá hvort að þessi framkvæmt lukkast eins og við vonumst til. Vonandi fyrir vorið verður komið hér nýr ós. Við getum ekki alveg fullyrt að núverandi ós hafi lokast algjörlega fyrir vorið en ef það hefur ekki gerst þá munum við með tæki fara þangað og aðstoða brimið við að loka honum. Þannig að vonandi verða hér aðstæður betri í vor en voru síðasta vor. Þetta er búið að ganga mjög vel. Við hófum hér störf á mánudaginn síðastliðinn og við höfum núna lokið mestum mokstrinum og áætlum núna eftir helgina að rjúfa höftin. Það tekur svona það bil 1 dag. Menn, það er mjög algengt að menn eru að opna og viðhalda ósum á ákveðnum stöðum. Þessi menn þurfa fyrst og fremst að passa sig og það er verið að gera hér. Aðalatriði að menn séu að þá opna ósinn á þekktum stöðum. Þess vegna var það okkar tillaga hér að Landsvirkjun ef við kæmum að þessu þá var það með því skilyrði að ósinn yrði opnar á þeim stað sem hann var. Við bíðum núna aðalega eftir hagstæðum vindum. Það er best að það séu svona suðlægar eða vestlægar áttir. Þannig að öldugangur sé minnstur og síðan er náttúrulega líka gott að gera þetta þegar sjávarföllin eru hagstæð. Nú er jökla orðin laxveiði á, þannig að hér var það skilyrði að við myndum gera þetta utan þess tíma utan laxveiðitíma. Þannig að okkar tillaga var svo að gera þetta annaðhvort á hausti eða vetri. Það er mjög mikilvægt að hafa 3 daga
svona nokkuð góða, þannig að áin geti rutt sér vel. Náttúrulega moksturinn frá vélunum, við erum bara að slétta hann út, þannig að það beri ekki mikið á þessu. Og svo þegar áin kemur hér í gegn, þá mun hún bara sjá það að fjarlægja þessa ruðningar sem við sjáum hérna á Bakkavöllum. Það er engin ástæða til að halda heldur til annars en að þessu verði lágmarks landspjall af þessu. Já, ég reikna með að flestir séu búnir að fara á í það minnsta eitt þorrablót þar sem af er. Og það er enn von því að næstu helgi eru víða þorrablót á landinu. Ég veit til dæmis að jökuldælingar og hlíðarmenn ætla að blóta þorra á Brúarási og ef ég þekki mína menn rétt þar, þá verður þar mikið fjör. Og það verður eflaust líka fjör í Fljótsdalnum, ég held að sé þorrablót þar og jafnvel líka í Eiðaþingá. En við skulum heyra hérna í þorrablótsnefndinni sem var á Egilsstöðum fyrir það bil aldarfjórðungi og þá var tekið lagið og kveðið fast að. Það er alltaf sama stressið, svo er að tróða sér í dressið, hún er að fara á blóð, sjúbidúbidú, hún er að fara á blóð. Við hjónin fórum á 3 þorrablót. Það var mjög gott, fjölbreytt skemmtiatriði og hvernig skemmtiatriði eru? Það eru svona annálar og brugðið af alls konar leiki. Og mamma kallar bæða papp og guð í vandanum. Rendu nú upp flæðar reyni ég að haldi mér andanum. Þetta er nú svona með nokkuð hefðbundnum hætti, svona þorrablótsnefndin, hún undirbýr einhver skemmtiatriði og þau eru nú yfirleitt tekið svona úr einhverjum atburðum sem hafa gerst á árinu í sveitinni. Á pappa er handafatt og asi, að puðlast með hundasamt í glasi, þau er að fara á blóð, sjúbidúbidú, þau er að fara á blóð. Við erum orðin og sein, segir hann úr ykkur, þetta hangir líkt, nú verðum við víst að vera á svölunum. Síðan hverfa þau í kvöldúmi og húsið aðeins aftur ró og frið á nóinu. Skemmtiatriði nú, þetta er nú verið mest í bundnu máli, það er allir að vera skáld. Við séum allir menn sem að það er nú ekki talið að það er nú ekki mikið á skáldu þar en það er allir að vera skáldar. Já, og svona var þetta á Egilsstöðum fyrir það bil aldarfjórðungi en stóra blótið þar var haldið á bóndadaginn og þá blótuðu líka til dæmis reiðfirðingar. Nú þetta er ein stærsta skemmtunin á Egilsstöðum á ári hverju. Vinna lá þar að mestu niðri svona 3 til 4 daga fyrir blót því allir voru uppteknir við að snurfessa sig fyrir blótið. Átti það jafnt við karla sem konur. Karlarnir gerðu þetta reyndar á bakvið luktardyr en konurnar höfðu ekkert að fela. Og svo hófst blótið, ríkulega undirbúið af 40 manna skemmtinefnd. Og það var ekkert til sparar. Sjáuð þið allan hákarlinn,
sennilega komið frá Kalla Sveins í Borgarfirði og allt brennivínið, maður minn. Þó sást ekki vín á nokkrum manni. Svo skemmtu menn sér við að gera grín af sínum samborgurum og við skulum sjá svipmyndir af blótinu, myndir sem Hjalti Stefánsson tók. Þá er ekki fleiri glettur í dag. Við sjáumst aftur á sama tíma að viku liðinni. Bless og